Já, það var svo gaman að kíkja í þessar starfsreglur einmitt og reyna að átta sig á því í hverju þetta starf felst. Svona ef maður hefði haft tækifæri til þess að sækja starfið sjálfur, sko. En þá var það svona tvískipt, embættis hlutverkið annars vegar, fannst mér, og svo samskipta hlutverkið. Og þegar ég leita á embættis hlutverkið, þá var það einmitt að sitja fundi, alls konar fundi, og þetta orð að sitja kom held ég að minnsta kosti 6 fyrir. Sitja þennan fund og hinn. Þegar ég leita á samskipta hlutan, þá var það fólkið í að vísitera, sem sagt heimsækja, tengjast fólkinu, en líka þetta að vera einhvers konar sáttamiðlari. Það var eins og það var eitt af megin hlutverkunum samskiptamegin og veita andlega leiðsögn. Þegar ég líti aftur á hlutföllin hvað ég maður segja, erindum frambjóðanda til vígslubiskupskjörs eins og þau töluðu á fundi hjá prestafélaginu í lok febrúar, þá lögðu þau öll áherslu á samskiptahlutan. Og það væri svo mikilvægt að tengjast fólkinu og leiða samstarfið og þess háttar. Þannig að ég spurði mig hvers vegna ætli þetta sé. Það hlýtur að vera að það sé í grasrótinni þörf sem að þau eru búin að finna að sé fyrir hendi að það þurfi að styrkja þessi mannlegu tengsl og bara hvatningu og umbun meðal presta. Það þurfa allir sitt, þó svo að sjálfstæði sé í söfnuðunum, að þá þurfa allir einhvers konar aðhald og tengsl.